Það er komið að fjórða lið á dagskrá. Það er álagning gjalda fasteignagjöld 2019 reglur afslátt og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér eru lagðar fram reglur afslátt af fasteignaskatti á tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum sem var tekið fyrir í bæjarráði 7. desember og vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn. Heilt yfir er það þannig að við breytum fjárhæðum í tekjumörkum 7% auk þess að við hækkum viðmuna fjárhæð varðandi hæsta mögulegu, hvernig er orðað, hæsta mögulega afslátt 7% einnig. Þetta er svona gert í samræmi við gerðum töluverðar breytingar á þessu á síðasta ári og það leiddi til þess að allverulegur miklu fleiri einstaklingar fengu afslátt á fasteignagjöldum og við erum að stíga skref aðeins lengra. Við erum að hækka fjárhæðum 7% líka núna. Við tókum stóra hækkun á síðasta ári en 7% núna og það er þá í samræmi við breytinga á launavísitölu á milli áranna. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þá eru þeir sem geta samþykkt tillögu afslátt elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignaskatti 2019 gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.